kæru vinir, við þurfum smá hjálp fyrir þennan þátt Payday, við erum búin að tala við Bjössa ætlar að koma til okkar þátt þeir eru konir 4.000 viðskiptavinir þannig að núna er það bara pingjubandalagið, stöndur saman sendi á alla sig þekki, skráðu í Payday farið hann inn, það er líka 30% afsláttur Já, þetta er bara, og svo að þú deilir linknum, þá er þetta bara, þá ert þú komið með afslátt, þá er þú farin að græða. Þannig að núna er pingjubandalagið farið að öskra á okkur, ekki hlusta þáttinn fyrir þú sendir á einn, varstu búin að prófa Payday, því að við þurfum að komast upp í 4 til að fá Bjössi þátt. Algjörlega, og hvetjum ykkur bara sjálfsögðu til að velja Payday frekar en allt annað. Þetta er einfaldara leið til að senda reikninga. Svo er bara að byrja að bóka í gegnum þetta og þú ert með allt yfirlitið þarna fyrir fram að þig í rauntíma. Þetta er bara snillt. Meiri tími fyrir það sem skiptir máli. Þökkum Payday kærlega fyrir. Næstur á dagskrá er Snorri Jakobsson frá Jakobsson Capital. J-Cap, hann er kallað J. Hann er kallað J. Hann er kallað J. JC. Það ekki það? Snorri Jakobsson Góður Herri, það er Pingjan sem helsar þennan þriðjudaginn og við erum eins og Yngvi segir með góðan gest Snorri Jakobsson frá Jakobsson Capital Hjartalega velkomin Takk J-Capital Velkomin í Pingjuna Þú varst að segja eitthvað hérna fyrir þátt að þú hefur aðeins hlustað á okkur Já Eitthvað inn á milli, ertu dálítið að sækja svona inspirasjón í ársreikningana hjá okkur eða? Ertu ársreikningafíkil? Ég er ársreikningafíkil Ég er náttúrulega, þú veist Já Svífirilega ársreikningafík Það er ársreikningafík Þú veist, eins og segi maður skoðaði mér að segja, þú veist ég er svo sérstakur ég á sko ársreikninga bankana aftur til sko síðustaldar það er alla söguna sko. Hefur lengi langað að komast í það sko þegar þú finnur þá ekki Það er heilla í stofunni sko það sem er ársreikningar Áttu er eitthvað svona uppáhalds ár? Ég er rosa hrifin af 86 Já, ásögnu búnaðarbankans 86 Þetta er bara svo ég með Eurovision sko En hvað var að gerast þá? Það veit ég ekki Þetta er erfitt að fá aðgengi að þessu núna Maður er búin að vera að leita á ársreiningunum eitthvað bara fyrir hrun sko Ég hef lítið fundið af því Þú veist, það er lítið af upplýsingum sko Já, ég fekk þetta rétt eftir hrun svo það var ennþá einhver bókarsöfn sem voru Ég fann þetta nú einhvern tíma, það eru einhver verðbréfasíða Já, ég hef fundið þetta en það er svona, þú veist, einn og einn reikningur sko. Það er einhvern veginn erfitt að komast inn í kannski ársfjórðungana eða Ég er náttúrulega ekki ársfjórðungan Ég er svo mikil fíkill eins og segi Þetta er bara út að snýta 4-5 reikningum á klukkutíma bara Áttur einhverja uppáhald svona kennitölu? Fyrsta sem þú skannar? Eva Febit Já, í V-bit Það er heildaverðmænd á móti rauninu sústreiminu Það er ekstra ragnað Bí getur verið mjög þú veist, landa skattprósentum mismunandi og alls konar og fyrir utan að íbytti segja meira er rauninu hvað flæðið er sko og líka þú veist fjármálskostnaðurinn mismunandi eins og bara Íslandi sko, miklu hærri vextir og svo er skattarnir kannski hærri hér, fyrirtækisskattar annars staðar, svo þú ert með píi þá ertu komið mjög svolítið brenglaða tölu og svo er líka mjög mismunandi milli fyrirtæki, þú veist, sko fasteignafélög, það er matsbreytingar aðlutin og píi segir ekki neitt sko. Nei, akkurat. En Þessar matsbreytinga maður. Já, við förum inn í það eftir. Við erum ekki talsmenn matsbreytinga hér. Nei, ég er samanlegur þar. Ég er mjög lítið hrifinn af matsbreytinga. Það er bara loft. Það er okkar mat allavega. En 86 uppáhaldsreikningurinn. Hvað ertu búin að vera forfallin lengi eða? Hver er svona þín saga í stuttu máli? Ég byrjaði svona, 99-2000. Byrjaði 99 í Seðlabankanum. Já. Hvað er gamall þá? Þá er ég 22 ára. Já, 22 var ég 23. Og þá held ég þetta þá var ég settur í það að taka saman tölur sparisjóðuna og bankakerfið. Svo þá fór ég að skoða bankakerfið, já, af 10, þá örugglega svona 10-20 ára aftur sko. Og var að reikna svona einhverjar grunntölur og var að stúdera bankakerfið sko. Það verður sæmileg gagnaöflun. Áttu þessa greiningu eða? Nei, ég var ekki. Þetta sé ég vonu sé ekki einhverju hörðudrifi í Seðlabankanum.
En þetta var svona fyrsta svona, já, þannig byrjaði fyrst, 99. Og hvernig var aðgengi að gögnum þarna? Sko, bókað sem Seðlabankans geðveikt. Já. Og svo hringdi frá Seðlabankan og segist þurfa þessi gögn og það bara... Það var ekki skellt á? Það var ekki skellt á. Nei. Og svo einu sinni reyndar, það var einn í miðjum, miðjum heiskap, það var sparisjóð Haugkværinga, mátti ekkert vera að senda mig gögn, sko. Nei. En... Hvað einmitt maður hefur ekkert spáð í þessi í dag? Sparisjóðnir í dag, ertu með eitthvað djús á það? Þeir eru náttúrulega bara voða mikið horfnir, sko. Hvað er þetta? Þetta er náttúrulega í raun og veru, sko þetta er elsta bankakerfið á Íslandi. Já. Og þá var það náttúrulega bara í raun og veru, mann gátt stoppbréf, ég reyndar aldrei sé, ég er ekki neitt sérfræðingur sparisjóðan, menn annars þetta var ekki eins og hlutafélag, þú áttu stoppbréf og þannig sé að bændunir áttu, þú veist, mikið til sjóðina sjálfur, sko. Já, og þetta voru eiginlega fyrstu bankanir á Íslandi sem að... Svona ígilegt kaupfélagsmódel þá? Já, eiginlega, þetta var svona kaupfélagsmódel og þetta var bara, þú veist, þessi geima peningana og fá lán og þá fóru allir bændunir í sveitinni og stofnuðu sparisjóð og svona eins og gengur að áttu sumir meiri pening en aðrir og þá var komið svona formum utanum þetta, sko. Heldur en að ég myndi tala við Það væri nú gaman að garfa aðeins í þessu, ég hef aldrei bara spáð í þeir eru eitthvað svo non-existent í dag. Já, þú veist, þú var náttúrulega út út allt hérna bara. Þú veist, Jóna og þú veist Hæli fær að fá lánaðan pening sko frá Guðmund og Kvóli þú veist, þetta var þá orðið svona skipulegra og svo framvegis og maður gæti með líka með ekki vexti á peningarnir og svo framvegis. Þetta var svona byrjunin. Já, og hvað ertu lengi í Seðlabankanum? Ég var nú reyndar ekkert ég var þar svona í hálft ár, 1 ár. Hver var seðlabankastjórið þarna? Heyrðu, það er reyndar góð spurning. Það var þeir voru reyndar nokkur á þessum tíma, sko. Ég var ekki alltaf 3? Jú, það voru alltaf 3. Já. Svo að það var ég held að Birgir Ísleifur hafi verið aðalseðlabankastjóri. Já, beats me. Þetta er svo langt síðan og svo var Eiríkur og svo var einhver manni hver svona var og svo var svo þriði sem manni hver var. Og hvað endar eftir Seðlabankan og sparisjóðsgreininguna? Var þið bara hent út eða varst það móðgengur til þessar greiningu? Nei. Svo var ég sjóðstjóri og var að vinna í Kaupþingi í mörg ár. Já, og varst í Kaupþingi þannig bara rétt fyrir hrunið, ekki? Jú, var mjög mikið að vinna með annars vegar fasteignamarkaðinn og skuldabréf og íslenska hagkerfið og var mjög mikið að kenna íslensk skuldabréf fyrir erlend fjárfestar. Það voru við sem byrjuðum í raun og veru að kynna íslensk skuldabréf og þú veist, það var bara einhvern jöklabréfin svo það er eiginlega mér að kenna. Við vorum fyrstir og við vorum og það fyrst voru þetta bara einhver nokkrir nördar sem voru í samskipti við mig, sko. Upp á að kaupa og selja þá? Já, kaupa og selja og annað og svo vatt þetta upp á sig og svo var bara þetta almenna svona hagfræði, þjóðhagsspár og verðbólguspár og svo það er eiginlega minn bakgrunnu, sko. Gerðu einhver ástarbréf eða? Nei, engin ástarbréf. Engin ástarbréf þarna? Ég var bara raukstið ástarbréf. Eftir á þá eða? Nei, ætlaði ekki bara vinna meira eftir á. Já, akkurat. Hvernig var stemningin svona þarna rétt fyrir hrun? Hefur þú borðað gull? Já, ég borðað alveg gull, sko. Aha? Já. Við vorum að ræða þetta bara daginn og hvað við borðað gull. Svo rambar við inn. Þannig að þarna ertu bara ekki orðin 30. Hvernig svona upplýður stemninguna þarna á þessum tíma? Þetta var mjög skemmtileg tími. Það var gríðarlega gaman að vinna í greinilegð Kaupþings. Þórður Pálsson var hann að fórstuðamaður. Sjóá. Rosalegur. Og svo voru svona einhverjir, Býttu, var ekki Ásgeir seðlabankastjóri þarna líka þá? Jú, ég var Ásgeirinn mjög þétt saman. Já, séðan maður svara póstónum frá okkur, hann hefur ekki ennþá mætt. Nei. Ok, og hvað... Það sé ég bara ekki á tenni. Já, það er ekki. En hvað gerist í hrunnu hjá þér? Já, svo var nú bara ansi mörgum sparka hann í kringum hrunnið og svo en ég var ekkert í ástarbréfútgáfu að neinu svo og það hefði svona nokkra þekking á bankarekstri og annað svo að ég var ríkið tók með inn og það varst að vera með einhvern sem var alveg klín og settur í bankasýsluna. Svo var það bara þannig að allan þessum það var eiginlega afskaplega lítið að gerast þar
ég fór þaðan út og fór svo bara í fyrirtækjaráðgjöf og búin að vera að vinna í fyrirtækjaráðgjöf síðan 2014 og svo var þar í hjá Capacent. Var það sjálfstætt fyrst eða fórstu beint inn til Capacent? Nei, fór beint inn til Capacent, það var mjög góð tími og mjög góð skóli og svo var það bara búið COVID og ég eiginlega svona stofnaði fyrirtæki bara á hlaupum sko. Það var næst að þú með greininguna þú vart alltaf að halda flæðinu gangandi, það var alveg gríðarleg keisla, ég held að enginn gerir sér grein fyrir á því hvað þetta rosaleg keisla. Hvernig venjulegu dagur hjá þér? Þetta bara, þú veist, þetta bara svo færiband. Þetta bara eins og þannig að þetta ekki vertíðabundi í kringum eins og bara fjórðungana þú ert bara núna þetta bara alltaf, þetta svo mikið sko getur rétt ímyndað að þú veist við erum að reyna að senna markaði sem að sko venjulegt álag á greinanda eru sko 5-6 félög ég held að ég er með eitt sem er að vinna með mér og hann með svona 6-7 og svo ég með svona sjálfur 14-15. Þetta bara endalaus efnissköpun. Þetta er bara endalaust sko. Þetta er bara eins og fara í frystihúsið sko og bara skera fisk sko. Þeir eru 2 eða ekki? 1000 þorskar á bandinu færa snæðir sko. En þetta þýðir hins vegar náttúrulega þú fengið alveg gríð og svo er ég líka náttúrulega verið mjög mikið sérverkan en þetta þýðir náttúrulega þú fara alveg gríðalega innsýn inn í allan rekstur búin að vera í svo lengi ert líka með hann hægfræðabakgrunn svo að þú veist Er alltaf verið að skúpa á þig einhverju? Færðu reglulega póst? Já, alls konar. Svona góðan djús. Góðan djús. Henda á þig alvöru. En þú talar að þú ert með hvað? 14-15 félög? Hvernig skiptist það? Hvað tekur hinn aðeilinn? Hann náttúrulega, og svo náttúrulega utan aðstofnum náttúrulega mjög mikið með hinn, sko. En náttúrulega, hann náttúrulega hefur verið að læra hjá mig núna í 2 ár. Og það náttúrulega, þú veist, hann meira í smásölunni og fasteignafélögunum og verið líka Eimskip. Svo þetta hann verið með svona 7 og svo kannski lóta af mér í hennu félögunum á milli, sko. Þannig þeir eru... Svo ég líka, með svona 14, hann með líka með 7-8. Þetta extreme Excel vinna, bara frá 9-5, eða? Já, og líka bara skrifa. Þetta náttúrulega það sem að við erum með, það sem er ólíkt sem við erum að gera, sko, þú veist. Excel-vinnan alveg léttasti og fljótlegasti parturinn sko. En þú veist, það segir ekki neitt sett einhverju tölur á blað og þú veist, ef þú veist ekki hvað forsendur og hvernig gaurinn búin að meta greina reksturinn á þér, þá veist ekki hvað hann að koma og það eiginlega rosalega useless að fá svona, þú veist, einhverja greiningu sem bara fyrst og fremst tölur og lítið texti sko. Forsendurnar ekki forsendurnar og hvaðan þú ert að koma hvað þú ert að sjá í rekstrinum og hvert þú sért að fara og svo það ótrúlega stór hluti af þessu öllu apparati sko. Þú ert fyrsti gesturinn sem hefur borðað gull ertu fyrsti gesturinn sem mætir sem nota Kodiak hjá Excel, nei hjá frá Keldunni ég hef bara einfallega ekki notað en þess að sko dammit nei, allt góð dammit en ég hins að nota mjög mikið til dæmis eins og svona gagnaveitur eins og Reuters og svo framvegis sem miklu ódýrari en Bloomberg sem að ég skil ekki af hver allar borga þrefalt verð fyrir Bloomberg með að hún getur verið með Reuters sem að gera alveg sem hlutina fyrir það kostar bara 1/3 sem að þú veist Bloomberg svona Gucci það er svona merkjavara það svona Gucci en þú veist hvað máttu skúpa kostnaði? Hvað kostar Bloomberg aðgangur? Ég held að hann kosti eitthvað halva milljón á mánuði halva milljón á mánuði? Fyrir aðgang? Kalaði um þetta í Akro-þættinum ég man ekki nákvæmlega halva milljón á mánuði? 400.000 maður hefði munið þá tölu þetta er algjör bilun þetta er bilun þú veist, ég held að þú fari ekki neðan 300 kall sko. Nei, ok. Ef þú ert með einn aðgang, svo náttúrulega þú veist, auka, fara alltaf afslátt, diskant, þetta er hvort með mikið sko. En alltaf bara fá einn aðgang þá, ég veit ekki. Allan að svo tala sem er í hausnum á mér allan 400-500 kall sko. Já. En við mælum allan með Kodiak, Jón Keldunni sem diggur samstagsaðili. Það er einhver tíkallar sko. Já, ódýrt og gott. Og Keldana sjálfsögðu, það er staðurinn til að vera á ef þú ert í bréfunum. Þú notar nú Kelduna til að fylgjast með fréttum og svona, eða ekki? Jó, ég notar Kelduna sjálf gríðarlega mikið, sko. Mikilvægur innviður. En ekki, eins og ég segi, Kodiak og það er bara... Ertu ekki að sækja reikningana frá Keldunni, eða? Ertu að nota RSK? Ég náttúrulega þarf rosalega lítið að sækja reikninga. Aha. En ég fer stundum með RSK líka mjög. Já, þú ert út allt. Svona,
Svo senda mér bara reikninga, ég náttúrulega með í sérverkefnum. Já, auðvitað. Við tökum að sjálfsögðu kelduna þar. Já, við erum keldugallar, miklu keldugallar. Tökum keldunni kella fyrir samstarfið, herðu, Dominos, ég smakkaði ketobotinu daginn, Yngvi. Hann er mjög góður. Samsettur úr íslenskum osti, misupróteini og husktrefjum. Þetta er náttúrulega frábært til fólk í aðhaldi. Já. Ekki bara í buddan, heldur líka í bara líkamlegu aðhaldi, sko. Já. Og ekki vottur á samvinskupiti þar. Svo eru þetta þriðjudagstilboð líka í dag. Já. Áttu þér einhver uppáhalds á Dominos eða? Nei. Ekki neina? Ekki neina. Ég myndi skjóta að þú væri champion maður. Já. Ananas, bacongull, hvítlaugur, jalapeno. Ég var bara þessi gamla sem er alveg með öllu draslinu á. Mér finnst hún eiginlega best. Er það Dominos Extra? Dominos Extra, sko. Extra? Já. Ég er extra maður líka, sko. J-Capital. Extra alla leið. Heyrðu? Mér langaði aðeins að grípa með Capacent. Það fyrir í þrótt og hvernig virkar þetta? Þú stofnar þetta bara á einhverjum hlaupum þarna, Jakobsson Capital. Tekur viðskiptavinna með þér? Hvernig var gangverki á þessu? Nánast alla. Þetta var náttúrulega sjálfstætt í raun og veru, þetta var í raun og veru rekstur sem ég var búin að vera að byggja upp í kannski 4 ár. Greiningarna þá. Já. Og þú varst í rauninni bara starfsmaður hjá Capacent. Já. En svo ferðu út í bara í rauninni eigin rekstur, sjálfstætt. Hafðirðu verið eitthvað sjálfstætt áður? Takaði þér verðmöti eða eitthvað svoleiðis? Nei. Okay. Nei. Bara náttúrulega eina Capacent og það er verðmöti og verkefni og annað slíkt og einhver svona ráðgjafarverkefni. Var einhver hræðsla við að fara og starfa alveg sjálfstætt? Jú, þetta svona aðeins fyrst, en svo kom maður á orð hvað það var lítið mál, sko. Já. Þetta var náttúrulega sturlun fyrst, sko, sem var að halda flótinu lifandi og líka að vera stúrsast í þessi pappís dóti, sko, en þetta er náttúrulega rosalega skóli. Það var bara, þú veist, frábær skóli, ég reynur að fara ekki ennum þetta. Það er alveg helling, sko, og líka bara vera reika þetta í fyrirtæki, sko. Já, á þess að rifja upp slæma minningar og ég var nú ekkert búin að preppa þig. Akkur fór Capacent aftur á hausinn? Þetta voru margar ólíkar einingar, þetta var mannesráðgjöfin eða ekki, fyrirtækjaráðgjöfin og hvað fleira? Þetta var, ég var í stjórnunar og fjármálateiminu. Já. Og svo var þetta upplýsingardaginn ráðgjöf og svo voru vinnumarkarinn ráðningarnar. Já, því að upp úr þessu komu fyrirtæki sem eru mjög arðbær í dag, eins og þú lifir á þessu, ég held að Vinn hafi sprottu upp úr. Jú. Og já, ég held að við sýnum svona að þessi litlu fyrirtæki samanlagt ég var að skoða þetta daginn akkurat á að renna yfir reikningunum, ég syndist eiginlega bara öll fyrirtækinu var arðbærar heldur en Capacent sjálf en sko málið er það sem náttúrulega gerðist í að þú veist eins og stöðu í reksturinn ráðningar svo að það er náttúrulega bara alveg lokuðust og það var kannski náttúrulega 1/3 reksturinn og það var bara 0. Já, akkurat. Og það var náttúrulega svona freka fjölmenn deild og það bara var 0 í kannski 6 mánuði. Eða lítið, það var kannski ekki alveg 0 en mjög lítið að gerast þar og svo var líka niður hjá hinum. Það var náttúrulega bara komið svona sjóðstreymisvandi. Já, bara spírallast vandinn og... Já, svo að þú veist, það var, ég held að svona sem var kannski þú veist, eins og ég menna greiningin á þessum tíma hún nú meira 2 stærð en þú veist, það skipti engum máli í heildarsamhenginu sko. Nei. Það var kannski þessi stöðu í reksturi var til og með þessu ráðningarnar sem ég var að gera sem hefur reyndar vaxið mjög mikið síðan þá var alveg greiðlega en þetta voru svona þessi 2 þættir sem voru stöðugir og ég skipti raunverulega ekki máli á þeim tíma í heildarsamhenginu og ráðningarnar þær bara þurrkust mjög mikið upp. En voru allir starfsmenn? Var þetta ekki svolítið komissbransi? Fenguðu ekkert uppsætt af sölunni og svona? Það gerðu það? Það var svona misjæmt sko. Já, ok. En að mestu leyti þá bara starfsmenn og það þurfti að eiga fyrir launum þannig að en upp úr spruttu þessu arðbær fyrirtæki sem að öll standa sér ekki bara allir sáttir? Jú, ég veit það svo mikið það var bara láni og óláni fyrir okkar mann hérna láni og óláni fyrir mig allan talandi láni og óláni markaðurinn í dag getur þú gefið okkur svona smá samantekt hvernig þú sérð Ísland í dag? Þetta er náttúrulega því líkir já, maður má ekki vera tala niður markaðin, þetta er náttúrulega búið að vera absolutt hörmung, markaðurinn til þessu úti, hann er búin að vera alveg þokkalegur
við erum búin að vera að sjá bara helstu vísitölur. Fína dag, maður svona, og hann byrjaði mjög vel fyrstu 3 mánuðin á Íslandi. Þegar þú segir úti, hvað ertu að horfa til? Ertu bara að horfa á Bandaríkin eða ertu komið til Japan? Bara að horfa á Bandaríkin og Evrópu. Ég ekkert að horfa á Asíumarkað. Nei, ok. Þá var í raun og veru, og þá var hækkanina heima og markan út vilist rétta sig og svo bara svona einhvern tímann svo virtist vera svona breytingan einhvern tímann í kringum apríl-maí, fyrst höggið sem Alvotech og svo Marel, að þá hætti íslenski markaðurinn að fylgja erlenda markaðurinn og hann búin að vera fínn en íslenski markaðurinn bara ekkert að jafna sig Nei, akkurat. Svo að maður svona almennt eins og ég var að taka saman kennitölu á íslenski markaðurinn og ef maður tekur til þess bara virði hlutafjármynd til eiginfjár þá svona almennt íslensk fyrirtæki á hálfvirði eða 40% að verða núti og horfum bara á verði fyrirtækjana og EIF sem í fyrirtækjanum þá þetta svona 40-50% að því sem þú sérðu úti svo náttúrulega önnur kennitala sem ég var að segja var svolítið slæma það hagnaður á móti virðin að þá sem kannski getur komin eitthvað rosalega vel út en það náttúrulega líka svo mikil bjögun, það alltaf hættult að horfa á það hættult að horfa á kennitölur og horfa á einstök og bera saman fyrirtæki en svo þú ert fann að bera saman kennitölun heilu vísitölum og bera saman aðra, það var náttúrulega mjög erfitt og það var náttúrulega reytir sem að einhverjum matbreyting þeir voru með 200-250 en það náttúrulega horfir ekki að hagnaðin í þú ert að tala PPI price to earnings price to earnings ég nota alltaf ensku ég var að fara að segja skil aldrei íslensku nei, ég var að fara að segja VFH hlutfall heitir þetta á íslensku ég bara þú sagði hvað, virði hagnaðar eða eitthvað hann örugglega vísi í VFH raun og að segja að tala um aðan var PPI price to book og núna að tala um PI það komið ekki alveg svo vel út en ef við horfum með raun og það sem grunnurinn í öllum verðmætum allt sem skiptir máli skiptir öllum máli það er raun og sjóðstónumi á móti heildaverði fyrirtækja þá heilt yfir þá er svona 50% 30-50% afsláttur íslensku fyrirtæki með við erlend þannig að maður bara fara að veðsetja bílinn og húsið og keira sig nú mæli með því ok nei ég nú en ef við spólum aðeins tilbaka og krifjum þessi 2 högg Alvotech, þú átt þá væntanlega við hvað í kringum, var það 15. mars eða apríl það er kringum 15. apríl minn mig þegar þessi stóri deadline að þeir fá ekki markaðsleyfi og svo held ég að sem fór eiginlega ennþá verð með marka en það var Marel já, uppgjör Marel þá, eða ekki sem að var bara undir væntingum eða var það bara vonbriði heilt yfir? Ég held að hafi verið vonbriði heilt yfir þeir hafa verið mjög svona sölulegir í öllum uppgjörum og kynningum og hafa haldið því áfram og það eru búin að vera mörg uppgjör sem er að segja alltaf sé allt frábært en svo hefur ekkert verið allt frábært Nei svo, en þetta er svona það sem að maður átta sig við erum komið svolítið þreyta og svo var kannski svona búið að lofa einhverju rosa viðsnúningi sem kom ekki en þetta er svona það sem að maður átta sig ekki almennilega á með íslenska markaðin þú ert að segja hann sé eða flestur undirverlaður hvernig geta þessi 2 högg smitað svona mikið út frá sér? Það er góð spurning það er náttúrulega svo sem eins og með af hverju höldum við ekki bara áfram og förum að kaupa okkur inn í Alvotech var nú bara veðköll og fleira sem að ég held að náttúrulega hvað er náttúrulega greiðarlega mikil peningur út af markaðinu það er Alvotech fór en þess að það náttúrulega búið að var í 2000 og núna rétt rúmlega 1000 já, bara ómikil gírun og allt í steik já, fór held ég bara allt í steik á þessum mörgum og sko málið það Alvotech var samankvæmt gengið sé 2000 eða 1000 þá er þetta risastórt fyrirtæki og ég held að sé nú eða bara mest allt Íslendingar sem er vesli í þessu og að sko bæði þú veist, ef þú ert að selja eða kaupa, þá hækkar það rosalega dýftin í þessu fyrirtæki rosalega lítil það er bara 10-20 milljón krónar viðskipti í Alvotech bara áhrif upp eða niður en svo held ég að þú veist, sér það að þú veist, einhverjir 3-5-10 miljardar á íslensku markaðunum eiginlega skiptir ekki máli þú veist með fyrirtæki sem er 300 miljardar og er nú örugglega mestu að ég og erlendra aðila
allan eins og tóku þátt í uppalega hlutafjárútboðinu sko. Og þú veist eins og þetta var hérna einhverju 500-600 milljarðar og Íslendingar kannski komið inn með 30 sko. Þetta er bara dropi í hafi og þetta bara hverfur ef að hérna örfu bara einhverjir ansið margir milljarðar af markaðanum bara með þessari lækkun sko. Þú veist, þetta er einmitt það sem maður hefur heyrt bara, menn eru litlir í sér eftir þetta og hvað heldur þú svona að þurfa að gerast núna til þess að fara að koma aftur smá stemming í þetta? Sko, náttúrulega staðan á markaðanum er einfallega svo að sko, það er örugglega svona þrennt sem að finnst svona að spila ástæðan fyrir að markaðan er svona niðri. Það er náttúrulega lífeyrissjóðirnir. Þeir hafa verið svona síðan 2022 eiginlega bara fjárfest erlendis. Já. Og það er svona stefnum mótin hefðum að þeir vilja vera með erlendis fyrst fórum með gjaldeyrisvöld og þá gjáta þeir ekkert vesla erlendis. Ég er svona var að sjá til að taka saman til 2018 til 2023 og þá er íslenska vísitalan búin að hækka jafnvel minna heldur en flestar erlenda vísitölur. Já. Og á þeim tímapunkti þá var talað um að það væri svo mikið Íslandsálag, íslensk hlutabréf og svo slódýr og við erum bara aftur á þeim punkti, sama punkti og vorum 2018. En árið 2018 það var nýbúið afnema gjaldeyrisvöld og lífeyrissjóðirnir voru að fjárfesta að vera erlendis. En svo tók markaðurinn við sér svona ég veit upp á miðárið 2019 þegar þeir fóru að koma aftur aðeins með auknu þunga inn. Svo er náttúrulega annars í stjórna þessu, það er náttúrulega vextinir. Já. Það er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega alltaf rosalega skynsum fjárfestingar ákvörðun að greiða niður lán. Sérstaklega með hérna á breytilegum á 10% vöxtum. Og þetta er náttúrulega tekjur sko fyrir skatt. Svo þetta er náttúrulega alveg, þú veist, að það er náttúrulega rosalega erfitt að keppa í það allan og með einhver lán að greiða ekki niður lánina á 10-11% upp í 13% hjá sumu. Já, svo að það er bara mjög erfitt að keppa í það og það er kannski svona þessi meðaljónin og er náttúrulega, já, út af því á svolítið hérna eðlilegum ástæðum að hans sjónir beinast frekar að ég greiða niður það og svo hefur náttúrulega verið töluvert frambúð af hérna, það var náttúrulega voru rosa mikið hlutafjárútboðum 2021 markaður miklu meira en kokleipt eða þú veist, þá var það mikið fjármagn í umferð þetta er náttúrulega peningamagn var gríðarlega mikið og einn kennitala sem ég sé alltaf á Seðlabankanum og hefur verið mjög góður spá metill á hlutabréfaverð, það er vöxtur peningamagns. Já, akkurat. Og til og meins núna er það M1 eða M2? Ég skoða yfirleitt breiðari sko. Er það M2? M1 það er bara seðlar og mynt, það er bara hérna svo að það er eiginlega voðalega lítið sem fyrir að vera non-existent það er ekki M0 eða eitthvað líka sko. En M3 þá er eiginlega með öllu dæminu sko, í lánum og einhver svona. En svo ég hef verið að það er svo langt síðan ég hef verið hagfræði, hún að gleyma skilgreiningunni útskrifast fyrir 20 árum síðan svo að það hefur gefið og það er tvís að vera frávik, það var þær gjaldeyrisvöld ránuminn og svo núna en til mér sem svo hækkanir áðan meðan gjaldeyrisvöldin voru, þá var bara þú veist, peningum umferð bara frábær metill á hvert hlutabréf myndi fara. Já, akkurat. Eða þú veist, það kom bara alltaf eftir kom svona hálfu ára eftir þegar það var mikill vöxtur peningumagn þá veist það svona hálfu ára í 6 mánuð setna þá fór hlutabréfmarkar að hækka og þegar það dróðu peningumagna þá, já ok, eftir 6 mánuð þá fer að draga saman og hérna, en það gerist ekki 2018 en þá var tölvöru vöxtur peningumagna þá var náttúrulega gjaldeyrisvöld en svo núna gerist það aftur að það hefur verið ágætis það er dregið út peningamagni en lækkunin sem við sjá núna er svo miklu meira heldur en við nokksunum það mætti að sjá með samdrættin peningamagni. En það er ekki möguleiki á því bara hreinlega að bara hlutabréfaverð hafa hækkað bara hreinlega allt mikið þetta. Þú veist, á 1,5 ári hækkaði vísitalan einhver 100%. Já, það er náttúrulega verið aðtöða inn í því þessu var náttúrulega stór hluta leiðrétting. Við vorum náttúrulega dört típ bæði leiðrétting undir COVID og svo vorum við dört típ fyrir þann tíma sko. En ég vissi að þú veist, var alveg aukjana á þessum tímapunkti að þá hérna undir loka árs 2021 að þá voru fleiri fyrirtæki sem að voru eða ofmetin heldur en vanmetin og það er nú yfirleitt í greiningunni að þú ert ekkert Elinis vondukallin að þú ert ekki
og ert oftast svona aðeins yfir markaðsgengi sko. Talandi það, þú hefur nú verið að gefa út þessar greiningar og var að spá í með þetta sko að skjóta langt umfram markaðsvirði eða jafnvel undir. Hvernig svona, þú veist, það stressandi viðbröðin? Ég verið fengið símtala bara á forstjóra hvað ert að gera? Ég hef alveg, þú veist ekki shit. Ég hef alveg verið óhrættur við ekki tíðina, en þess að það bara engin ástæða, þú veist, það ekkert gagn í einhverju greiningu sem alltaf 10% yfir eða 10-20% yfir að undir sko. Það er ekkert nægjulegt sjokkara, en þú veist, stundum það bara þannig að þú veist að félög eru bara verulega undirverðlug eða yfirverðlug og þá ég bara óhrættur að segja það. Hefur þú fengið einhver símtölu eða pósta? Já, ég genið tíðina. Morðhótanir? Ekki morðhótanir, ekki alveg ekki svo langt. En maður hefur alveg svona fundið fyrir því að mönnum einhverju hafi ekki alveg verið sáttir við. Er það þá fjárfestar sem eiga mikið undir? Er það framkvæmdastjórar eða stjórnendur sem eru bara? Það er svona bæði, en svona meiri óþægilegi þrýstingurinn hefur verið frá svona framkvæmdastjórum. Já, og líparnir ekkert á eftir eða? Nei. Maður tekur alveg eftir því að þetta hefur áhrif á markaðsgengi. Já, þetta getur ekki það. Maður hefur alveg séð stökkum einhver prósent þegar þú gefur þetta út. Hvernig tilfinning það? Finnst þér þú vera alvaldur? Það er náttúrulega mjög það er mjög gaman að gera það sko. Þú væntanlega vinnur eftir þeim reglum og þú mátt ekki eiga einhvern svona hlut í Já, allavega ekki neitt verulega hlut sko. Nei, Já, þannig að þú ert sjálfur alveg að breyta og mátt kaupa og selja. Ég má eiga eitthvað mjög lítið. Já, og það er bara ákveðin tímabil sem má kaupa. Já, þannig að það eru starfsreglunar á heimasíðunni. Ok, og er það bara samkvæmt einhverjum innherjalögum þá eða? Nei, það er ekki samkvæmt innherjalögum en eða svona eitthvað í þeim anga fjármálalaganna? Já, akkurat. Ég ætlaði að spyrja þig út í þetta. Við höfum aðeins verið að fjalla fyrirtæki sem heitir Hindenburg Research sem er í rauninni bara að rannsaka fyrirtæki sem telur, hvað segir maður, ofmetinn. Byggja upp skortstöðu áður eða birta síðan rannsóknina eða greininguna á fyrirtækinu og reyna í rauninni að ræta það niður og græða. Það er náttúrulega alveg sturla fyrsta lagi, náttúrulega, þú veist. En það er komið fullt af svona fyrirtækjum í Bandaríkjunum. Já, þá grafa þau upp. Þú ert ekki þessu sem sagt. Ég er ekki þessu, en þú veist, ég tók það ekki einu svona og fjármálaeftirlit fór nú yfir starfsreglun heima á þessum tíma, en þú veist, það var ekki svona tekið fram á, þú veist, aldrei dætt einu svona hugvorki að taka skortstöður eða gíraðastöður, sko. Nei. Það er bara einfaldlega bannað, þú bara gera það ekki, sko. Já, akkurat. Og eins og segja, þetta eru mjög, eða, þú veist, heimildin er mjög þröng, svo þú mátt ekki eiga einhverja verulegar fjárhæðir í neinu fyrirtæki. Akkurat. Heyrðu, áhugavert. Ég var nú svona spenntastur að fá þig, sko. Varst þú með eitthvað fleira svona almennt? Bara hvort þú myndir rúlla eins í markaðin? Maður er með ýmislegt bara svona markaðinu þetta. Já. Og mér langaði samt líka að spyrja þig varðandi bara svona þínar greiningar. Ertu að styðjast mest við svona þessa típisku sjóstreymisgreiningu? Ég er algjörlega bara á því, sko, Cash is King. Cash is King, já. Það er það sem ég horfði rosalega mikið á, rosalega mikið á sjóstreymi. Og til og með einhverjar fyrir að, þú veist, Warren Buffett er rosalega hrifinn af tryggingafélögum og fyrir nokkur mánuðum síðan væri rosalega hrifinn af tryggingafélögum og ég held að markaðurinn á þeim tímapunkt áttaði sig ekki á því, sko, raun og veru hvað tryggingafélög er arsam, sko. Þú veist, þá voru menn nánast að verðleggja tryggingafélögum sem banka á price to book einum sem er eða hálf störla en þess að þú sér það að þú ert með þess að sko munin á banka og tryggingafélagið fær sko fjármagn sem ókeypis og ef tryggingareksturinn er þokkalegur þá og miðað við þetta sko vaxtastig sem er á Íslandi í dag en það er svo náttúrulega sveiflur í markanum en segjum bara markanum sé bara svona nokkuð flatur eða hækja 5-10% og svo ertu með að fá þess að gríðarlega vaxtatekjur á skuldabréfum og innstæðum og tryggingareksturinn bara gangi bara vel og hann sé stöndur samsett hlutfall sé kannski 90% að þá á arðsemi eiginfjár að vera
20% sem þýðir í raun og það og svo ég ekki þá að taka til vaxtar þá varstu að kaupa price to book einum þá varstu að fá fjárfestingan tilbaka á innan 5 árum kannski að fá hana tilbaka á 4,5 eða 4 til 4,5 ári þannig að svo náttúrulega einhver vöxtur út aukjöldum og svo framvegis og markaðurinn virtist bara ekkert vera átt að sjá því og svo náttúrulega hluti sem náttúrulega skiptir máli eins og iðgjöld á móti skuldbindingum og hvað stórt eignasafn til að standa á móti tjónarskuldinni sko. Það líka tala sem ég horf gríðarlega mikið í ef eignasafnið gríðarlega stórt þá ertu með rosalega sterkan basa til þess að standa undir auðgjöldunum. En þú segir hvað, menn voru að verðmeta þau á einn price to book eins og bankana hvað eðlilegt að þau séu og veistu hvað þau að treyta á þetta? Erlendis yfirleitt verið að treyta á svona 3 price to book á tryggingafélög og hvað eru íslensku í dag? Íslensku svona kringum 2 en það náttúrulega eftir sko rosalega eftir því sko verðið á tryggingafélagi fer rosalega mikið eftir hvernig tryggingareksturinn ef að sjóa svona hefur verið og verið með mjög svona á þessum markaði verið með mjög stöðunarrekstur og mjög góðan tryggingarekstur og arðsemi þannig sé verið há markaðan til friði sko. Ertu bara að segja þetta út á Tóta Páls? Ég er bara að segja þetta út á Tóta Páls nákvæmlega, ég er bara að segja þetta út á Tóta Páls það er náttúrulega verið svona alveg príma þú veist það virðist að hafa gengið mjög vel hjá þeim arðsemisfélag, það hefur gengið mjög vel svo er náttúrulega eitt félag sem hefur gengið gekk mjög vel, svo kom aðeins lakari tími og svo hefur gengið mjög vel undanfara það TM sem í kviku svo kvika vel á 1/3 eða 40% af rekstrinum er tryggingafélagi eða svona ég myndi segja líklega 1/3 og þú sér það og með við hvernig það að ganga þá var reilagt á allan og 2 með bara sem að gerast á íslenska markaðanum og þá sér það náttúrulega alveg svolítið galið að þá menn að verðleggja hinn hluta bankareksturinn og eignastýringuna undir bókfærið eigin fé tölvert undir bókfærið eigin fé inn í kviku eftir þátt svo þá sérðu að þú ert að fá lánin með 40% afslætti en sko, við erum með bara eiginlega komnir yfir spurningan mínar ég ætlaði bara að spyrja út í verðmat eftir akkurat tryggingafélagi og svo bönkunum þú svarað því bara snöggt bankarnir, hvað eiga þeir að vera á? Einn price to book, voru þeir þá yfirverðlaðir? Sko, það fer alltaf eftir sko, hver arðsemin og hvernig reksturinn sem ég svona eðlileg yfirleitt verið að gera kröfum á ávöxtunarkrafa banka sé svona 12-15% og svona ávöxtunarkrafa á eigið fé sem ég var að gera hefur verið rosalega mikið í kringum svona 12,5 fyrir svolítið eftir vaxtastígi fyrst eftir hrun vorum menn reyndar að gera mjög mikið bara ávöxtunarkrafa alltaf 15% á banka en málið það að sko menn segja ok, ef arðsemin segjum sem svo að það sé 10% ávöxtunarkrafan og arðsemi eigin fjár er 15% á þessari fjármálastofnun þá halda menn að price to book eigi að vera 1,5 en það er ekki rétt en þess að þetta vex í veldegisvexti en það stóð með 15% ávöxtun og svo færðu og vextu núna það og það er í raun og veru kringum það ætti verði að vera kringum 2 á bankanum svo á bankar úti til dæmis í Evrópu og svo hélt ég reyndar að bandaríski bankar væru svona smá bankar væru fínur rekstri allan sá bara svona þú veist hversu þungur varstu þarna í Silicon Valley Bank? Ég var mjög þungur, nei það er ekkert en ég sá það að almennt smábankar í bandaríkjunum voru miklu herra verðlægir heldur en í Evrópu málið var það sem að komur svo bara í ljósa að þar var bara fjármálalöggjöfin í sambandi smábanka í bandaríkjunum var bara eins og var bara fyrir hrun hún var bara mjög lög og og svo í Evrópu bara þannig að menn fóru bara ekkert í gegnum sama ferli að menn fóru hér svo að til og með svo Credit Suisse þú veist það var eiginlega bara graftakíli sem hann hefði átt að vera í þrot fyrir 10-15 ára síðan það var bara ekkert búið að taka almennilega til þá síðan hrunni það var bara einfaldlega ekkert búið að taka til og vinnubröðunum ekkert breytt og hann var bara líka illa rekinn og þú veist það bara fer sem fer sko. Akkurat og hvernig er það þetta hefur verið svolítið íslenska leiðin
tryggingafélög og bankar saman, maður sér þetta samt ekkert svo mikið erlendis, þetta eitthvað sér íslenskt að tryggingafélög og banka, jú, þú sér þetta alveg Storebrand og svo maður einhver annar. Eða þetta kannski bara eðli viðskipta að það alltaf tækifærið að taka hann inn og svo eftir 5 eða 10 ára tækifærið að selja nú? Selja nú. Já, það kannski bara... En þú sér tilfelli Kviku að þá eins og sér hvernig verðlagningin á markanum og eðlileg verðlagning og tryggingafélagi sé á 2-fold eigið með að reksturinn sé bara góður eins og hjá TM að þá náttúrulega segir sig að því sjálft að það er skynsamlegra fyrir hluta að taka bara reksturinn út. Já, bara selja TM núna. Selja bara TM. Já. Þú fær langmest fyrir hlutaféð þannig. Já. Þar höfum við það, söluráðgjöf. Já. En þau eiga semst að þínu mati eiga bara nokkuð vel saman. Já, það er náttúrulega spurningin sko hvort sem er viðskiptabanka eða fjárfestingarbanka. Það er náttúrulega það er svona því að önnu gagnrýni sem maður hefur heyrt þegar þú ferð að byrja að böndla kannski lélegum kunnum úr banka til þess að taka tryggingarnar, samsetta hlutfalli getur hækkað eða öfugt, þú ert að taka lélegan kunna tryggingamegin en þú vilt gefa honum fjármögnun og það fyrir að hafa áhrif. Já, ég þekki það í sjálfu sér ekki neitt sko en ég veit alveg með viðskiptabanka og tryggingafélag þá er alltaf mjög svipaður kunnahópur og vörðu nú reynda bara gengið fínt sko. Já. Fyrir utan að hafa smá höggana í fyrra, eitt fyrir þeir náttúrulega mjög stórir í bílatryggingum. Já, Vörður og Arjón eru náttúrulega í sambúð. Já, þeir eru mjög stórir í bílatryggingum Vörður og það er nú bara þannig að þegar umsjón í hagkerfinu aukast að þá aukast tjónalega svakalega, sérstaklega í bílatryggingum og þegar ferðamennir var okkur streyma hennar líka eins sko og hraðin eykst í þjóðfélaginu þá bara verða meiri tjón og þá hætti tryggingareksturinn að vera eins arbar en það var náttúrulega tryggingarekstur hefur aldrei verið arbar heldur en ekkert í COVID. Nei, akkurat. Það var alveg allir heima að borga ígjöldin, hún gerir ekki neitt. Svo er þetta bara stýringin sem er í gangi þarna, þú veist, ávöxtunin og allt sem átti sér staðan í COVID. Já, fyrir utan náttúrulega ávöxtunin. Fyrir utan það, sko. Fyrir það laði svo von á bara alveg frábæran rekstur tryggingamegin. Svo að þú veist að þú varst að sjá bara einhverja stjartfræðilegar arðsemistölu sem voru bara sem endurspegla ekkert framtíðin eða raunveruleikann, sko. Aðeins að lokum banka og tryggingafélög. Ertu með einhverja spá með Íslandsbanka Kviku? Hvernig það endar? Nei, ég veit ég sjálfur sér ekki það. Nei. En heldur þetta að vera farsalt skref fyrir markaðinn? Þetta er allavega mjög áhugavert skref. Líka svona sambandi, það er búið að vera mikið umróta á bankamarkaði og breytingar. Og það verður forvöldigt að sjá svona hvað myndi gerast, sko. Hvaða stefnumótun menn ætla að taka og hvernig þetta bankamódel hefur verið svolítið svona bjóða öllum allt sko. Já. Sem að hefur þú ferð inn og farið allar þína þjónustu og það er náttúrulega gríðarlega krossala og þú er allar gríðarlega stórum viðskiptamann og þú veist allt viðskiptavinn og framvegis sem ætti að gera rekstur með skilvirkjan fyrir utan bara almenna stærðarhagkvæmni og svo framvegis þú veist þetta er í rosalega flókin rekstur það er rosalega stærðarhagkvæmni í bankarekstri alveg gigantisk það er eiginlega engin banki í Íslandi nógu stór þú virtir allan samæla alla bankan í Íslandi til þess að fá bara einingu. Já, þetta er búið að vera dálítið í tísku núna, við erum að sjá Kviku Íslandsbanka, Reginn og Eik, Vís og Fossa. Er þetta hvað er að valda þessu? Er þetta bara pjúra efnahagsástandið sem er í gangi núna eða verið að hugsa lengra? Það er náttúrulega annars vegar náttúrulega þú veist kostnaðarþrýstingur. Það er náttúrulega segir sér náttúrulega alveg sjálft að þú veist bæði þessi náttúrulega hækkanir á fasteignaverði og svo fylgdi náttúrulega svo launahækkanir eftir að þær eru náttúrulega bara galnar. Þú veist þú bara erlendur sambyrði. Hefur reynt að hafa áhrif á Ásgeir? Ásgeir Nei, ekki beint. Ekki beint sko. Okay. En þú veist að þetta er náttúrulega þrýsti fyrirtæki til þess að höra einmitt. Og náttúrulega þú veist það er líka þú veist íslenski fasteignamarkaðurinn hann er þó ég hafi þú veist hann er dýr á flesta mælikvarða en svo skortur svo rosalega mikill að þú veist það er mjög skrítið svona ástand þar. Þegar þú segir dýr
Dýrt að kaupa eða dýrt? Bara fasteign á Íslandi eru mjög dýrar. Já, akkurat. Bara, ég segi bara face it, sko. Það er sérstaklega að tekur, sko, vaxtakostnaðin og launin. Ég menna, þú veist... Fasteignagjöldin, helvítis fasteignagjöldin. Í raun og veru, þú veist, fyrir sama pening og þú getur, keypt... Ég veit að fasteignarsala ekki ánægði heyrum við tala en nei, þú getur hreinlega keypt bara svakalega flotta eign við Miðjarðarhafið fyrir pening sem kaupir hús í Garðabæ sem var að gera einhvern helling fyrir þá getur bara hreinlega keypt exit-vilu við Miðjarðarhafið og bara menn eins og þið sem að þú veist, örgulega geta unnið bara hvaðan sem er við miðjar eða þess vegna getið bara verið, þú veist, opnað kampaðislösku við þú veist, við sundlaugin á verið einhver 400-500 fermetra einbýli, sko. Það er alveg rétt. Þetta er það sama og Heiðar bent á náttúrulega bara þegar íbúða Manhattan farin að kosta svipað og Heiðar borða gull. Þið tveir eru svolítið að segja það sama, sko. Hann bent okkur á sama punkt að Ísland væri að hans mati fasteignaverð og dýrar, sko. Þessi einbýlishús og við hugsa svolítið svipað. Svo að, þú veist, það og mér sé að, þú veist, og jafnvel að horfa á London, sko, það þú veist, það er kannski ekki alveg miðsvæðis en þá er mér sé að verðið bara nokkuð hátt og launin eru mjög há í London, sko. Já, ég var með spurningu tengt því á eftir ef við rúlum aðeins bara áfram yfir markaðin, við erum búin að taka banka, tryggingafélög, fasteignafélögin sömmari á þeim, hvað er spennandi við fasteignafélögin? Þegar þú ert að fara yfir þau, hvað finnst þið gaman að grúski þegar það kemur uppgjör? Sko það sem er náttúrulega mest spennandi er í raun og veru varðandi fasteignafélögin hvernig sko er annars vegar sko þau eru alveg svakalega, þau eru nánast bara eins og skuldabrif. Að verðleggja fasteignafélag er eins og að Nú verða gott skuldabrif. Það er alveg rosalega fyrir samleikið þar og svo þú veist svona nokkuð alveg hvort að fá hins vegar náttúrulega er verðlagningin er núna og eins og ég hef sagt 10.000 sinnum ódýrasta fasteignaverð á Íslandi er í Borgartúni það er bara staðreynd þar er menn að verðleggja með verðlagningu fasteignafélagana í dag þá 330 krónur fermetrin í turnunum í Borgartúni sem er náttúrulega svolítið galið það er annars það sem er spennandi að sjá annars og hvernig markarnir að leggja þetta hvað er sjóðstreymið og hvað er svo söluverðið svo það er náttúrulega alveg skiljanlegt að upplausnarverðið þá eignarana já, upplausnarverðið svo það er auðvitað skiljanlegt að mann horfa á fasteignafélaginu og hugsi bara hvað er upplausnarverðið sko bara eins og gert með heimavelli þegar þá tekið að markaði og já, þú veist, þeir svíngrætu normenn akkurat einu sem það vitað, heimavelli var bara Alfa reyndi, en það gekk ekki alveg upp Nei, en þú veist það var nákvæmlega málið en svo málið er náttúrulega svo eins og móti að það getur verið náttúrulega mjög erfitt að selja mikið af atvinnuhúsnæði einu og svo náttúrulega spenningin þarf það svo að breyta einhverju, þú veist, skrifstofuhúsnæði sem er ekki á vinsælustöðum í íbúðarhúsnæði og svo framvegis og það er alltaf ekki peninga þar inn og þú kannski fá miklu meira fyrir þannig, sko Þarna ertu með einhverja greiningar á First North? Ég fór að hugsa Kaldalónu, er það ekki eina fasteignafélag, hefur eitthvað spáðið þeim? Eða? Ég hef afskaplega lítið spáðið þeim. Já, ok. Ég hef reyndar að fylgst með Solid Clouds. Já, einmitt. Ég man eftir því þegar það kom út. Og hvernig er að verða þetta svona fyrirtæki eins og Solid Clouds? Það er svona, þetta er 0 og 1. Já. Er þetta ekki 0 og 100? Þetta er CCP eða Plain Vanilla? Dólið. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, annarkvort gengur þetta upp og þá er fyrirtæki með mikilsvirði eða þá gengur ekki upp og þá er það mjög lítilsvirði. Svo að þú þarft þá eiginlega að taka eitthvað svona miðgildi af og svo náttúrulega ómögulegt að vita líkunar. Þetta er náttúrulega svipað eins og með Alvotech. Það veit enginn sem er náttúrulega mjög skrítið allt þetta FDA og þú veist, þeir eru náttúrulega alveg erfiðar en anskotin, sko. Komið markaðsleif út allt. Komið markaðsleif út allt nefnum Bandaríkjunum sem virkilega skiptir máli. En það er þetta náttúrulega líka nú leið. Annarkvort er þetta bara rosalega mikilsvirði eða þá að virðið er frekar lágt. Það er alltaf mjög erfitt að verðleikisluðsfélag. En það er, og ég hef tekið þá afstöðu að vera bara með 50-50, sko.
það rosalega erfitt að gefa sér að líkunum sé meira en verið minni, þú veist það ekki. En frá þínum bæjardyrum séð, er skemmtilega að vera með þetta svona, það sem er kannski meira fabulera með forsendur heldur en eins og taka fasteignafélag og allt? Það tekur meiri orku. Það er allan svona, kannski, það tekur miklu meiri orku, sko. Það tekur miklu meiri orku, en það ég veit það svo mikið, sko. Mér finnst eiginlega skemmtilegast að vera með þetta, hvað heitir það, félag eins og flugfélag? Já, Icelandair. Play. Hvernig það eru svo rosalega næm fyrir breytingum, svo að verðmætið það út bara allt, sko. Þetta nánast bara ef að flugliðið missir bakkan í gólfið, sko, þá komið vesen upp. Já, flugfræðan missir bakkan í gólfið, þá bara allt farið allt farið til fjandars. En nú ég talsmaður Bláa hersins, sko, Icelandair. Hvernig metur þú svona framtíðar horfur þar? Sko, ég held að árið verði eiginlega frábært. Já, líst vel á þetta. Og ég held að árið 2024 ætti að vera gott, eins og spurningum með framhaldið, hvernig kjarasamningarnir og hvort við missum allt út úr höndunum bara á Íslandi, sko. Já. Eru kjarasamningar lausir aftur hjá? Já. Mér minnir í lok árs 2024. Bara allur skarinn, flugmenn, flugþjónar og hvað heitir það? Líklega. Já. Ég bara, það ekki alveg, sko, en svo, þú veist, eins og með flugfélagin, sko, þú veist, ég náttúrulega verið með kerfisbundi mjög lengi, hefur Icelandair verið vanmennast félagið og það eiginlega svona það félag kaupöldin sem erlendir aðilar hafa bara einfaldlega sýnt mestan á. Var ekki eitthvað slúður daginn að núna verið erlendir sjóðir, bandaríski sjóðir farnir að kaupa upp evrópsk flugfélag því að það væri bara tímaspursmáli að yrði sömu sameiningar hér í Evrópu og hafa verið þar? Var það ekki? Er ég að fabulera það? Ég veit það ekki, en allan að veit ég það, allan að, þú veist, þetta Er ekki ómörg flugfélag í Evrópu? Þau eru allan að helvíti mörg. Já. Það getur vel verið að menn sé að fabulera alltaf, það var alltaf einu gömlu ríkisflugfélagin og það módeli kannski svolítið að brotna upp og svo hafa náttúrulega komið lággjald af flugfélagin lók síðustaldar, sko. Og þau náttúrulega líka rosa mörg og svo eru svona þessi leiguflugfélög og svo þetta náttúrulega orðin svolítið góð flóra í Evrópu, sko. Það getur vel verið að það sé þessi sem menn sé að hugsa en ég veit allan að eins og ég segi það eru heilmikla pælingar þar, sko. Er ekki langarbarast að vera bara í kargóinu? Er Atlanta hérna? Já, eða bara í leigufluginu. Já, eða það. Talandi leigu, Regus. Já, Regus. Leiðu leigusalunum að svitna. Já. Ert þú í samning með leigusala? Ég með samning á leigusala. Já, býtu samningin út. Það er úr semur upp og nýtt. Regus er með... Hvað sagði þau? Regus er með bestu aðstöðuna. Já, bestu og allt inni fali líka, sko. Þetta er náttúrulega bæði stór og smá fyrirtæki sem er að nota þetta. Ég held að það veri frábært fyrir mann eins og þig. Svona, þeir eru tveir í rekstri, vera kannski að bonda. Já. Innan Regus, fleiri frumkvöðla og aðtapnamenn. Já. Þú tekur allt í skoðunar. Það er mjög sniðum, það getur verið svona, það eru tveir, sko. Það er oft eins og hjá ykkur, sko, það er svona... Það er góð dýnamík að vera í kringum marga ólíka geira. Skemmtilegri dýnamík sem farið á hittir mikið fólki, sko. Nákvæmlega. Allt inni farið líka húsgögn, internet, kaffi, þrif. Það er ekki að spá í þessu, sko. Húsjóðurinn er líka. Já. Leifið leigusalanum að svitna og heyri í Regus. Það eru sömulegis inkassó, Guðunarbænum ekki sjá innheimtuna sjálfur, leiðu inkassó að sjá það. Þetta tímafreka verk og ekki borga krónu fyrir það, segi ég. Vanskil eru náttúrulega aukast, sko, þannig að þá eru auðvitað eina viti bara úttýsa því, sko. Já, við getum spurt út það. Er það metrics þú spáir í hjá bönkunum? Vanskil? Já, alveg definitely. Færðu upplýsingar vanskil einhver staðar? Svona... Það er, þú færðu náttúrulega, sko, það er svona 3 stig að lánunum, sko, sem þeir eru að flokka. Það er mjög tæknilega flókið, ég ætla ekki að fara yfir hérna að það er stig 1, það er stig 2 og það er stig 3, sko. Sem að bankarnir birta þá? Já. Það er svona, hvort sé mikla líkur á hérna, vanskilum eða svo framvegis, sko. Að hvort félagi sér raun og hvað er komið í vanskil, hvort það tapist í raun og það taps á þetta sem það er frekar ára í. Við 2 að það kannski komið vanskil og svo 3 að þá er það komið mikil vanskil.
Gummi og Inkasso bara mættur heim og hvort það munilendi vanskilum líka sko. Kannski stig 2 áhætt að fara í vanskil og svo 3 ef það eru komin í vanskil ég er ekki, þú veist, ég er sérfræðingur rosalega mörgum sviðum svo að ég ekki með þetta í hausnum sko. En horfur mikið á þetta trendlínu í þessu eða er það eitthvað sem þú fylgist með? Ég horfur bara svona á meðaltalið En það er alltaf en til dæmis verðmæti mín á bönkunum að gera ráð fyrir að þetta aukist núna á næstu 2 árum samt þú veist þau sko leysa langt yfir verðmæti mín yfir markaðsverði sérstaklega held ég á Arion og Kveiku en það er bara svona samræmi við annað sem er á markaðnum ég er alveg eins og segi ég hef aldrei verið meira yfir markaðsgengi frá því í 7-8 ár frá því ég byrjaði Það er svona eins og þú sért inn í glerkúlu og öskra öll að kaupa heyrir enginn hvað að segja Það er alltaf svolítið fasteignafélagin eru náttúrulega bara þú veist ég er kannski að verðleggja þig á þú veist 400 krónur fermetran og fermetran mitt er 60% yfir verðmætsgengi sko eða 450 krónur fermetran eitthvað líka sko og þú veist, maður bara andvarpar sko. En heyrðu Við þökkum Inkasso kella fyrir vil ég ekki fá Gumma heim til þín og vera komin í hvað á 3. stig? Nei, alls ekki En mælum með Rúllum áfram Úthýsa þessu Næsti bransi, fjarskiptafélögin Hvað sérðu skemmtilegt á hvað horfiru þegar Síminn, Sín og Nóa er að byrta uppgjör hlustar kannski bara á podcastu okkar hjá Nóa og fær upplýsingar að sjá þar Já, nú veit ég hef lítið svo sem fylgst með Nóa en þau eru mjög trikki fjarskiptafélagin. Er það? Já, þau eru mjög erfið og þau eru mjög þung. Svo að það og bara, þú veist, kennitölusamböndum að það getur stórhættulegur. Á íslensku þá bara? Svo á íslensku, já. Hefur það með leigu? Þau eru bara, já, fyrst og næst út af leigusamningunum og líka bara uppsending, sko. Þú voru aðtað, þú veist, eins og þú ert annars vegar með Sín sem er mjög mikið fjölmiðlun, Nóa sem er ekki neitt. Og svo ertu með Síman sem er hann mitt á milli og þú veist einhverju kennitölur óleiðréttar, það bara allan eins og þetta var það gæði bara ranga mynd sko. Og eiginlega bara villisum mynd það er lítið samræmið þarna það er mjög lítið samræmi og það er mjög varasamt að horfa á kennitölur og bera það þannig saman sko. Ekki einu svona verðlenda aðila eða? Ekki einu svona, já, veist, það er alltaf varasamt að gera það en þú veist, allan að bera þessi 3 saman það var mjög trikkið og þurftur að hafa ákvæmna einsýn í öll félögin til þess að geta gert það vitrænt og líka, eins og segja vera að gera verðmætaði með einstökum og það var eiginlega að vera með góðan einsýn bæðin í Síman og einhvern góðan innherja einhvern góðan innherja bæðin inn í Sín og Síman sko. Og hvernig sér þau þróast? Hefur einhver að trúa á þessu? Það hefur náttúrulega verið þau eru náttúrulega núna allan að Sín og Símin eru náttúrulega bara orðin strípuð mjög mikið svo að það var náttúrulega alveg gríðarlega regnir sem ég átti að mig kannski ekki alveg strax en Þú ert að tala eftir innviðasöluna Eftir innviðasöluna, það sem náttúrulega bara það eru afskriftirnar, það sem er í fjarskiptafyrirtækjunum er það að afskriftir eru miklu hraðari heldur en fjárfesting sem að er og svo þú þarft áttaði rosalega mikið á efnahagsreikning vegna þess að þegar afskriftin er svona rosalega hraðar að þá er yfirleitt á að samræmi við fjárfestingur og afskrifta og svo þú veist voru einhver að segja heyrðu þú veist sko með afskriftin er miklu hærri heldur fjárfestingan það er bara þú veist eitthvað rosalega tómatjæðir en það er bara einfallega ástæðan er svo að afskriftina voru náttúrulega störtlaðar í öllum fjarskiptafélögunum og það sem var þetta misræmi alltaf hjá þér í verðmætunum en þess að eignina voru miklu meiri svo að það er svona með meira svona trikki í félögunum sem það ert að gera og það ert að vera með svona upplýsingar leigusamningar og svo framvegis Þetta er eins og með hoppið með afskriftinnar að vera afskrifta allt og hægt
Hjól eyðileggjast á hálfu ári, sko. Ég hef ekki skoðað Hopp, svo þetta ekki tjóðum. Við spurðum framkvæmdastjórinn einmitt út í þetta og þetta hefur verið svona var svona ákveðið vandamál hjá þeim að reyna að stemma, þú veist, afskriftir við fjárfestingar, sko. Já, maður getur ímyndað sér að þau fari fyrir eitthvað fljótt, sko. Já. Og það bara svona einhver reikningsskila regla sem segir að þú átt að afskrifa, þú veist, eins og hjá símafyrirtækinu, það þetta mikið til tæknibúnaðir og það bara einhver regla sem segir heyrðu, þú átt bara afskrifað á 4 eða 5 árum en svo endist þið í 10-20 ár og innviðinu voru bara afskrifaði líka þannig það var ekki tæknibúnaðir 5 ári afskriftur, svo endist 20 ár Þetta voru kannski full mikla ríkir hjá mig með Hopp þessi hjól endast nú lengur, sko en þetta kom upp tekið þetta tilbaka og svo selja þetta áfram og svona alls konar en já, varst bara skemmtilegt að minnast á þetta því að þetta svona ekkert ósvipað dæmi, þú veist með afskriftir og fjárfestingar, þetta þarf að stemma Eitt punktur á lókur samt fjarskiptafélagin það er sjóðstreymi sem skiptir öllum máli Enn og aftur sjóðstreymi Ég þarf að fara að ríða mig í gang sko. Ég held að þú væri meiri ebitum að sko. Það var ástæðan þegar ég vildi fá þig Heyrðu, hvort eigum við að taka smásöluna eða sjávarútveg? Bara svona undan Já, bara hendur í sjávarútveginn, kláru það bara Hvernig líst þér á þetta? Brim, Síldavinslan, Iceland Seafood þetta ekki samt í raun einföldustu verðmötin? Þetta ekki bara kvótinn og búið? Þetta þetta með 1/4 blaðsíðu með flóknar og skemmtilegur verðmötunum Já En sko, málið þú veist, það er svona þau félög sem hafa kerfisbundi verið sko ommetin nema núna, þá er þið bara svona nokkuð enn á sannverði eða jafnvel bara vannmetin og það er ástæða fyrir því að ég bara met áhættuna það mikla fjárfesti í sjávarútvegi og svo er það líka bara Það er pólitísk áhætta, við sáum það það er bara fiskistofnanir, ég menna það er stór munur að því að verðmeta, þú veist, hvað mann gerast eftir 10 ár, hvað verður ástand fiskistofnar 10 ár, það veit enginn. Hvernig verður pólitíkin eftir, þú veist, 3 ár, það veit enginn, sem hefur mikil áhrif, fiskisjúkdómar, mengunarslys, það er endalausir áhættu þættir í þessu og þú gangi alveg gríðarlega núna, þá veist ekki hvað það gerir í framtíðinni. Þú þarfst að setja rosalega háa áherslu og þess vegna munurinn á mér og kannski markaðnum held ég líka finnst það næst á þeirra áherslu sem ég er að gera. Svo fyrir utan það að þið flokkast til svona matvæla framleiðslu fyrirtækja sem eru lítið skuldsett svo að vægi áherslunar er herra. Hvaða áherslunar ertu með á þeim þá? 80%? Nei, 80% eitthvað svo leys. Nei, ég manna ekki nákvæmlega, en það er eitthvað svona, þú veist, þau eru flokkast til fyrirtæki sem eru með mjög mikið eigið fé. Hefur verið að taka fyrir... Enda hafa þau líka verið með mikið eigið fé, en þess að þau vita bara sjálfur að það er svo mikla sveiflur í rekstrinum, þess vegna eru þau mjög íhaldsamir, þessi sem er með reka sjávarútvegsfyrirtækina, þeir vilja vera með mikið eigið fé, sem er líka bara í samræmi við það sem er að gerast í alþjóðlega í þessum rekstri. Og það var að taka tillit til þess að þess að er almennt svona frekar ástæðan og krafaðavenni sem þeir líka með mikið í reksturum. Já, en þannig ertu samt væntanlega líka með eitthvað svona áhættu álag ofan á í rauninni vakkið eða... Ég er alltaf með áhættu álag ofan á allt. Svona, já, væntanlega hærra í þessum heldur en á öðrum. Já, tölur hærra hjá þeim heldur en sem bara, þú veist, haga eða eitthvað svona er frekar, þú veist eiginlega... Næstu eins og gott skuldabrif. Næstu eins og gott skuldabrif sem þú veist eiginlega svona mjög fyrirsjáanlegt en þú veist, það sjávarútvegurinn aldrei fyrir sjá. Nei. En svona óbeint við sjávarútveg því að núna allavega Síldavinslan er komin inn og þegar að Ísfélagið fer á markað, þeir eru eiga í líka eldisfyrirtækin. Hefur eitthvað að velta því fyrir þér? Hérna heima og líka landeldið sem er í uppbyggingu. Er það eitthvað sem þú hefur verið að skoða? Já, ég er svona aðeins skoða fiskeldisfyrirtækin sko. Já, og er meiri fyrirsjáanleiki finnst þér þar? Það er náttúrulega miklu meiri fyrirsjáanleiki í eldisfyrirtækin. Já. En landeldinu, hefur þú trúið því að því að það er nú talað að þessi töluvert áhætta fólkin í þessu? Ég þekki ekki að það sé eitthvað miklu meiri áhætta í landeldinu hina en svo náttúrulega er það þannig að það er auðvitað meiri þrýstingur að mann fara upp á land. Já, akkurat. Bara út af umhverfis sjónarmiðum. Og ég er ekki sérfræðingur í eldi svo að ég myndi ekki, þú veist, fyrir utan það er náttúrulega líka í þessum sjókvíaeldi er nú sjúkdómar og alls konar vandræði sem hafa komið svo að heill hellingur. Já, og ég held að við erum strax búin að kynnast því á Íslandi sko. Já, og þú veist, mann fór í þetta fyrir 30-40 árum og þá gekk þetta ekki sérlega vel en ef við erum ganga miklu betur núna en menn geta náttúrulega meira stjórnað þessu í landheldinu. Já, vonandi. Svona síðasta, Iceland Seafood, hefur eitthvað verið að stúdera þá?
Nei. Eða þau, ekki neitt? Nei, eins og ég segi, þú veist, ég með þrefalt álag með svona þess að erlendu kollega mína, og svo sem nýbyrjaður hjá mér, hann með 150% álag, svo að það bara svo einfalt, markaðan svo lítill að það náttúrulega bara ómöguleiki. Hvar sækja mennum vinnu hjá Jóð Kapital? Þú þarf greinilega á starfsfólki. Það þannig, ég menna, í raun og rættu við að vera svona 4. Já. Með það sem að það sem við erum helgist með og raun og ætlum að bæta við okkur þetta fara upp í 5 sko og ætlum að gera þetta eins og þetta væri gert erlendis en þetta eins og segi, þetta mjög svona eins og segi, þetta þannig að þetta alveg agnarsmálmarkaður og mikið höfundaréttarbrot og þá erfitt að vera í þessum business. Höfundaréttarbrot? Já, bara deila þessu deila þessu út allt og akkurat. Ég veit alveg að það er verið að deila mínum greiningum út allt. Já, það er bara þannig. Já, eitt svona ská, Eimskip. Já, þú veist, það náttúrulega verið alveg, sko, það sem var alveg frábært og maður sá það, þú veist, það var eitt vannmennasta félagið kringum 2020. Er það þá þegar þeir kaupa? Nei, það var 2020 í COVID, þá voru gengið að með eitthvað svona 170 eða 160 eða eitthvað markaði og þá var ég held ég að vera með þetta á 300 eða eitthvað álíka. Þeir voru náttúrulega bara, þú veist, og samt var ég vondu við þá. Og risaður upp úr öskunni, maður. Hringdi Mái, alveg brjálaður eða? Nei, alls ekki, en ég var líka vel að vera með þetta á einhvers þar 280 eða 300 þegar að gengið að markaði var einhvern tímann 170-180 en þú veist, það var bara svona eiginlega augljóst case en markaðin var bara ekki fann átt að sjá því þeim tíma en hvað var svona augljóst? Hvað sást þú sem markaðin sá ekki? Bæði var náttúrulega, þú veist, það var ákveðnar ekstra bati og svo var það náttúrulega sem að skipta öllu máli það flutningaverðin og fylgjast náttúrulega mjög mikið með þeim. Hvar kemst í þær upplýsingar? Það kemst í gennum Reuters. Svo að það þú veist, og það eitthvað sem við monitorum mjög mikið. Það eru þessi flutningavísitölur. Og það skipta alveg gríðarlega miklu máli og þá sérðu hvernig þú veist, verðin að breytast. Það eru gríðarlega margar svo við erum kannski að horfa eina eða tvær, eitt eða tvö verð meðan að það eru kannski 10 verð í gangi sko. En málið að þú veist, það var alveg rosalega hækkun eftir COVID á öllu flutningaverði, alveg sturla hækkun svo að þú veist hagnaðurinn hann 2021 hann hlaujódeila bara aukast sko. Hann gat ekki gert hana og fyrir utan kom þessi viðsnúningur inn í þetta svo að þetta var bara alveg bara frábært og þeir hafa náttúrulega hagrætt mjög mikið í rekstri svo þeir eru tölur strömlínulegra og arðbærar heldur en voru en hins vegar náttúrulega verðið virðist sagði hann forstjóri Brims Guðmundur það sem fer upp lítur að koma ekkert niður aftur þannig að svo að það virðist vera að gefa eftir svona þessar hlutabréf þessar flutningavíslur. Og þetta ekki vísitölur sem mæla hvað kostar að flytja gám innan Evrópu og svo hvað til Asíu og einhverja fleiri? Já, þetta náttúrulega mikið til Asíu, við horfum mikið Asíu vísitöluna sko. Það hvar á Asíu til Evrópu og Ameríku sko. Það stærsta vísitalan sem með mest gögni sko. Það Shanghai vísitalan, það svona þessi vísitala sem aðgengilegust, þannig að það mest flutt þar fyrir sem minni siglingarleiðir náttúrulega lærið fyrir okkur og almennt að nálgast gögn en maður veit kannski að það svona cirka bát eins og Shanghai vísitalar. Þannig að þú fylgir þessu, þú ert ekkert að monitora niður á höfn, hvað margir gámar eða skipaumferð eða annað? Nei, ég hef lítið verið því. Ok. Heyrðu þá var það bara smásala. Kíkja í smásöluna. Er það ekki síðast svona bransin í Kauphöllinni? Og svo langaði mig líka bara að spyrja svona hvort að það sé eitthvað sem að þér finnst vanta bara einhver atvinnugrein iðnaður sem meira mæli. Já, góð spurning. Ég minnst svona það vantar auðvitað meira svona sko vantar svona kannski meira eitthvað stórt tæknifyrirtæki. Já. Eins og það sem við vorum að missa þá eða? Það sem við vorum að missa? Origo, já, ég myndi frekar vilja sjá eitthvað stærra. Ok. Það var náttúrulega mjög forvöld að sjá þessu bara Controland. Já, við þau voru nú að fresta. Það var mjög forvöld fyrirtæki. Til þess að sjá og svona einhver fleiri í þessum, við erum með tölvöld mikið af arðgreiðslufélögum og þau eru öll bara, eins og segi, þau eru öll frekar látt ferðilegt.
Þannig og þeir eru mjög mörg að manta kannski svona fleiri vaxta fyrirtæki. Við höfum náttúrulega verið með Marel og svo náttúrulega var Alvotech einhvers konar vaxta fyrirtæki en það var samt svona þessi núleið en það er svona Þú segir var, það ekki lengur? Það er svona núleið skilur og þú veist var inn í þessar kannski þess vegna kannski voru menn rosa spenntir fyrir sem vaxta fyrirtæki Marel og Alvotech en þú veist það er svo náttúrulega kannski hampiðan einhver leiti en þeir ekkert rosalega mörg. Nei. En hvernig, ég var að spyrja á þetta Alvotech, hvernig metur það bara ef að fá ekki markaðsleyfi núna í júní ákoma svar var talað hvernig metur þú veist, er þetta búið? Ég bara bara einfaldlega veit ekki það sé bara betra, þú veist, þeir vita best sjálfur, ég bara velja, þannig sé ekki hundsvitaði. Nei. Klánum þá yfirferðina og tökum smásöluna, Festi, Hagar og Skel. Er Skel ennþá smásala eða? Nei, þeir eru það alls ekki. Nei. Svona hybrid eitthvað? Hvernig horfur á Skel? Byrjum á Skel, House of Skel. House of Skel, eins og ég sé Skel að þá er Skel eða meira það er kannski ekki hægt að segja að það séu venture capital það er ekki mikið í startup en þeir eru svona eða meira eins og bara sjóður fjárfestingar félag eða sjóður sem fjárfesti þá í litlum fyrirtækjum sem að í raun og veru þú veist og þú fær náttúrulega overheadið getur þú veist útvista mannusmálum og fjármálunum einhverju leiti yfir til þeirra og og svo náttúrulega þeir að þróa fyrirtækin lengra og svo náttúrulega eins og þú veist maður sér til mér sem að Klett náttúrulega leiðu skiptu fyrirtækin þá var náttúrulega svona augljós samleið með Kletti og ég raun og veru sem kalla Skeljung núna sem er þá fyrirtækjasalan og B2B eða business to business reksturinn og þá sá maður að það var komin augljós samleið þar og þeir eru í að svo náttúrulega geta þeir náttúrulega farið með fyrirtækinu markað ef þeim sýnist svo og svo náttúrulega önnur fyrirtæki sem að eru þannig að þeir falla bara mjög vel að reksturinn og þeir eru þá náttúrulega bara einfaldlega styðja við kannski eru að kaupa smærri fyrirtæki og fara með þau kannski markað eða þá að það falla vel að reksturinn sem þeir eru með svo það er svona mjög spennandi koncept hvað sem kemur svo út úr því. Já, en ef við förum í hérna aðeins meira old school, Festi og Hagar það er náttúrulega búið að vera náttúrulega frekar erfiðir tímar þar vegna þess að annars vegar finna þeir náttúrulega mjög mikið fyrir kostnaðarsækun og hækkandi hrávöruverð og matvælaverð og svo það hefur aðeins framlega hlutalli hefur lækkað sem kemur náttúrulega beint inn á inn í hagnaðin og svo fyrir utan sem allir að finna fyrir og kannski þeir að finna aðeins meira fyrir vegna þess að þeir eru náttúrulega heldur kostnaðin hjá þeim er náttúrulega mjög mikið bara launakostnaðir svo að launin hafa hækkað mjög mikið svo það líka klípa framleiðinni svo að það er náttúrulega búið að vera bara mjög svona verið svona erfið tímar hjá þeim svona síðasta svona 1,5 árið. Þessi félög í svona þínum greiningum undanfarið, er þetta undirverðlagt eða yfir? Það líkum við að það er eiginlega bara allt undirlegt í dag. Já. Það er eiginlega, það er einhver sem eru kannski svona bara við markaðsvirði. Það eru nokkur sem að, þú veist, eru bara af svona 22 og þá eru kannski, það eru kannski 4-5 sem er svona yfirveluð eða svona á núlinu. En hinn 15-16 þau eru bara mismikið. Já, akkurat. Og hvað í smásölunni, hvað er þinn metrik þar? Bara framleiðin? Álagning? Það er bara eins og annað, það er bara cash is king, það er bara sjóðstremmið sko. Það sem er náttúrulega, ég var mjög hrifinn af högum í gamla þetta, sem ég fannst sem að var svona fallegt við reksturinn, það var lengi fjárbinding í reksturinn og mér fannst menn vera að meta Haga, það var áður eins Festi var svona stórt og þegar Festi var bara sko oljufyrirtæki og menn voru ekkert að fatta Hagan eftir rosalega mikið fannst mér en þess að það var engin sko binding í innviðum peningarnir, þú veist, það voru svo litli peningar bundnir í reksturinn svo að þú veist að þú varst kannski með eitthvað bilaðslega að hafa kennitölu á eitthvað prætt og búk en sjóðstreymi var eins og alveg fyrna stert
En þannig að breytist allt svo þegar að þið fóru þar olíufyrirtækin samanlistunum, þar heilmikið binding í fjármunum sko. Og menn voru að binda og menn voru að bera saman sko epli og appelsínu eða bara epli sko, þú veist, epli og ananas eða eitthvað sko, þegar menn voru að vera saman festu og haga í gamla daga sko. En það er náttúrulega orðið mjög lík núna, en það er náttúrulega bæði smásala og olíasala og svo rafmagnið að þetta inn átti ekki samkaup að vera komið á markað, voru þeir ekki að leiðna markað? Já, það er góð spurning. Já, byrjuðu nú. Það er búið að vera einhverja frestanir, kontróland og fleirum. En svona, hvað, fara nú að... Já, það er nú svona að fara síðu í seinni endan. Mínar svona síðustu spurningar og þú komst þér á London áðan og fasteignaverð þar. Hefur eitthvað verið að skoða erlendubréfin og birtir greiningarnar á ensku? Er þetta bara á íslensku? Þetta er bara á íslensku. Já, hefur eitthvað leitt hugan á því að fá einhvern nýja þýða og mögulega... Ég hef alveg spáð í, en málið er að sko, þetta er bara greiðlega kostnaður að gera þetta. Ég er náttúrulega eins og segi, ég er mjög fljótur að skrifa íslensku og er frekar góður þannig séð á að vinna þetta á íslensku. Ég menna það bara framleiðnin fellur 50% að ég fara að skrifa ensku. Ég var, eins og því ég er í Kaupþingi, sá ég mikið þessa erlend útgáfu og ég veist það ég varnari þá og þá varst alltaf hægar í ensku og fyrir utan ég hef líka metnað í það sko, ég vil hafa þetta góður ensku. Við gerðum það í Kaupþingi þessum tíma, þá vorum við þetta virkilega góður ensku. Svo að, þú veist, enska er ekki sama enska sko. Þú vilt hafa þetta á, þú veist, það er lesingin eitthvað sem er bara töflur og einhver smá stikkorð, einhverju lélega ensku eða lítill texti. Það er eins og það er bara sama eins og íslensk sko. Ef þú ert ekki með rökstuðningin, segir hvað þú ert að koma og hvert þú ert að fara, þá er ekkert virði í greiningunni og þú veist, skiptir lengur mál hvort það ensku eða íslensku sko. Og það er nú þannig að ég er með alveg töluvert að erlendu fjárfestum og þeir sem hafa samskipt við mig að sko þeir setja þetta svo sem í Google Translate og svo kannski heyra þeir í mér öðru hverju sko. Það er svolítið sem það er. En þá seinni spurningin með þetta erlenda, fyrst þú ert að fylgjast svona mikið með erlendu mörkuðunum, hefur eitthvað verið að vera með þetta erlend félög eða kaupa sjálfur? Það er náttúrulega, ég get alveg sagt að fylgjast með einhverjum sko 7-8 mismunandi mörkuðum og vera sérfræðingur í þeim heima og fylgjast með 22 félögum. Það er alveg feiki nóg sko, eins og staðan er, það er bara... Þú ert ekki tungur í meta eða bútbarn? Nei, ég fylgist almennt með hvað er að gerast á þessum erlendu mörkuðum, en ég er ekki að skoða einstök fyrirtæki. En þú hefur verið að taka að þér, eða ekki líka einhvers konar verðmöt og fyrir bara aðra? Er það ekki eina þjónustunni sem þú býður upp á? Jú, það er ekkert verið auglýsana, en þú veist þar eru við að gera það núna. En þú veist, ég hef gert það en ég þekki náttúrulega mjög vel mikið að rekstri. Ég byrjaði upphaflega og var mjög mikið að vera með þetta fasteignir og fasteignafélög mjög lengi. Svo þekki orðið núna eiginlega bara orðin allan rekstur og svo náttúrulega er það bara þannig að þú nær náttúrulega gríðarlegri sko, það er líka munur á þú ert í sko greiningunni, þá ert í fjöldaframleiðslu og þú birtir ekkert, þú ert í að birta sjóðstreymi með efnahagsreikningin, þú bara sérstaklega, þú gæti kannski gert það í kringum ársuppgjörinn, en þú myndir aldrei gera sko first, second, third quarter sko, eða það væri ekki nú á fjórða ársfjórðungi, en þú myndir aldrei gera fyrst, annan eða þriðja sko, væri leikt viti, en þá svo að þú ert, það er svolítið svona annar bragur að þeim. En ég hef alveg oft gert það, en það hef ég svo sem búin að vera ansi lengi í þessum ansi sjóaðir sko. Já, akkurat. 25 ár sko. Nákvæmlega, hókina reynslu. Herðu, eina aftur erlendu markaðana. Er einhver markaður annar en Ísland sem finnst þér undirverulegur að svo stöddu? Ég þekki bara annað en ég hef verið að skoða þessa helstu vísitölur að þær eru alveg drullu dýra með íslensku. Já, bara allar? Já, allar. Þú veist bara, þú ert að taka bara kennitöluna eins og erlendu vísitölun samborð við íslensku, það er bara, þú veist, eins og segja, þú tekur reyti út úr íslensku kennitöluna sem er pí einhver staðar upp í lofti, sko, en það er
kennitala sem ekki mjög skynsamlegt að bera saman en þess að út af mismunandi vaxtastígi og skattumhverfi í mörgum löndum að þá er eins og ég sagði, með að við innra verið að þá er í íslensku félagin svona 40-50% af því sem hann verðleggja erlendis og með að við svona sjóðstreymisverðmæti þá er 40-50% almennt undir já, oft alveg 60% sko, svo að það er alveg ástæða fyrir svona hefðbund sjóðstreymisverðmæti gefa mjög lágt verðmæti, jafnvel þú sér með íslensku vextina á og svo líka eitt sem að menn gleyma mjög mikið að spá og ég spái líka í að þú taka henni áherslutölu saman á Íslandi með að við erlendamarkaði þú ert með miklu hærri vexti á Íslandi svo að í raun og veru ávöxtunin á Íslandi síðast 5 árin þú átt að vera með hærri ávöxtun í íslensku hlutabréfum út af hærra vaxtastíg eða er það sama og 5 ár 3% vaxtamunur hann er mjög mikill vegna að það er svo vaxta sko ávöxtunartala og menn er alltaf svo einfaldir að segja, já, byrja saman, FTSE vísitölu eða segjum bara Dow Jones, hún er búin að hækka um 40% og íslenska er búin að hækka um 40%. En svo er að horfa á hluti eins og fólksfjölgun, hagvöxt og almennt vaxtastig. Ef þú tekur til þess að þá átti íslenska vísitölu að hækka miklu meira, sérstaklega ef þú tekur til vaxtamennar, vaxtamennar horfir náttúrulega mjög mikið að tekur til fólksfjölkunar og hagvaxtar svo að það er svona systematist núna er 3% en kannski ef við tekið síðustu svona 5 árin það kannski verið 1,5-2% og svo að ávöxtunin hér hefði átt að vera 2% hærri margfaldast upp svo það væri mjög eðlilegt að íslenski markaðurinn hefði átt að síðustu 5 árum að skila ávöxtun sem væri 20-30% hærri og það er það sem við mennum að horfa alltaf með nýjum markaðsríki og Ísland er nýjmarkaðsríki íslenski markaðin er alls ekki endur spegla það. Kauphællin eftirlurinn er bara að vera með á launaskrá sko. Svo að menn það hefur verið finnst mér, menn er einhver bera saman við erum að fara erlendis hvaða vaxtatæki fær sjá mann þar? Jú, það er kannski einhver yngra fólki yngstar í Asíu og þá voru meiri fólksfjölgun og þá voru meiri hagvöxtur en staðreyndin bara svo á Íslandi síðustu árin hefur alveg gríðarlegur hagvöxtur og sérstaklega fólksfjölgun alveg svakalega það er held ég ekkert svæði í Evrópu sem fólksfjölgun hefur verið meiri á síðustu árum heldur en á Íslandi það kemur svona lokakaflanum ef við ræða hælisleitendur bara að segja þetta gott eða ég held það held að við séum orðnir flottir í billi Snorri Jakobsson frá Jakobsson Capital takk hérlega fyrir komuna kannski einhver lokar á frá þér já áttu uppáhaldsfélag er það Icelandair á markaði er það þetta er svolítið erspurning þetta er síldavenslu kall ég sé það og ég er mjög hrifinn af félagum sem eru ófyrirsjáanleg það er alveg skemmt og það sem að næmnin er mjög mikil fyrir ytri breytum svo að flugfélagin og sjávarútvegsfyrirtækin finnst mér mjög ánægður núna með sjávarútvegsfyrirtækin þess að þeir voru bara nokkuð en ég er svona vann að þekkja nokkuð vel búin að fylgist með þeim 7-8 mér finnst mjög gaman að sjávarútvegsfyrirtækin svo að sjávarútvegsfyrirtækin fá góða loðnuvertíð það er heldur og svo er ég líka mjög hrifinn af bönkunum ég er bankanörd í þau eru svo ofboðslega bankarekstur svo ofboðslega flókin ofboðslega snúin það átt að sé enginn á því fyrir en í raun og veru hefur reynt og svo finnst mér líka rosalega gaman að velta fyrir mér bæði sameiningunni upplausnaverðin og svo framvegis og það er eitthvað sem ég hef gert oft en þetta er svona allt út allt bara einhvern veginn þetta er bara raunhækjur bankar, flugfélög og útgerðir það er svona eiginlega þessi þrýr svona það er svona þetta þrennt sem verður miklu uppáhald hjá mér geggjað stórkostlegt, herru, og við viljum bara hvetja fólk, kíkja inn á yokapital.is, kíkja í áskrift og býður upp á það náttúrulega já, svo segir geggjað, gerða það ekki, takk fyrir